Einar, eftir að hafa mist haugana aðeins frá okkur þarna í þriðja, þá fór hann sér mikið púður í að reyna að ná þeim, en þetta hefði getað fallið hvoru megin sem var, eða ekki? Jú, ég meina á endanum þetta týna til lítið atriði, bara ef að Rott hefði sett víti hérna niður og þá hefði farið með hann leik í framlengingu og súrt vegna þess að við settum 17 á 19 vítum ofan í leiknum, en já, við gerðum þetta svolítið erfitt. Við vorum að ná góðu rönnum og koma þessi jafna leik og það vanti alltaf svona herslumuninn og eflaust margir sem haldið að Bresi væri búinn að loka leiknum hérna þegar lítið eftir. En karakter á mínum mönnum að koma tilbaka og eins og ég segi, svekkjandi að ná ekki allavega að koma leiknum í framlengingu. Það svo sem dylst engum að í kvöld er að spila hún Antonio Hester og Maciej Bagiński og það kannski sást svolítið að voru svona, já, hópurinn sem var að bera upp í stigaskori, hann var fremur fámennu svona lengst af, ekki satt? Jú, ég meina staðreyndin er náttúrulega svo að ég held að Bergvin hafi verið að spila sínar fyrstu mínútur í Dóminósdeildinni og strákarnir sem kom ekki inn á hafa ekki reynslu í Dóminósdeildinni, þannig að við vorum svo sem að tjalda öllu til sem kemur að reynslu úr þessari deild og þetta kannski ekki ideal staða að vera með menn í svona mörgum mínútum í kvöld, komandi í fyrsta leik eftir 100 daga hlé og allt það, en það þýðir ekki að grenja það. Við erum bara ofboðslega glaðir með að vera að byrja að spila körfu aftur og það er eiginlega það sem stendur upp úr, en auðvitað erum við svekktir núna með að ná ekki, eins og segja, að koma þessum leik í framlengingu og auðvitað munar þessa tvo. Þetta eru tveir gríðarlega mikilvæg leikmenn í okkar liði og Hester á sem eftir bara að koma inn og bara klára sína sótkví og Maciej vonandi getur farið að komast í ganga aftur á æfingum í næstu viku. Hann sneri sér til ökla milli hátíða, þannig að ég veit að með komið þeirra þá breytist landslagið. Þetta var svona heldur mikið álag og Mario Óla til dæmis í tegnum og gamli maðurinn í ykkur 32 mínútum, þannig að Talandi það, hann fór náttúrulega hamförum í kvöld, hann tók eiginlega liðið á bakið á löngum köflum og hélt okkur inni. Já, það kom mér í sjálfu sér ekkert á óvart að hann væri að gera sem hann væri að gera í dag, því að hann er búinn að vera frábær og náttúrulega þvílíkur fagmaður og hvernig hann hefur tæklað þetta verandi 39 ára gamall að díla við það að megi ekki æfa körfu í 5 vikur eða hvað það er. Hann er náttúrulega bara búinn að vera ofboðslega duglegur og er í hörku standi og mér finnst þetta að vera bara svona framhald af því sem hann hefur verið að sýna mér á æfingum, þannig að það komir ekkert á óvart í dag og ég bara hlakka til að sjá hann í framhaldinu. En auðvitað náttúrulega vitum við líka sem er að með að við erum ekki með Maciej og Hester þá